Viltu byrja það? Ok, þá erum byrja að segja góðan daginn og segja hvað dag það er. Horfum mynda alveg. Já, ef þú byrja. Góðan daginn. Hola. Hvað dag er í dag? Það er allan apríl. Föstudagur. Föstudagur í apríl. Og við erum staddir í Portúgal síðasti dagurinn. Ungir unni í morgun. Já, helst í fréttum. Nei, við erum að byrja á tilkynningu. Gísli fór á afmæli. Já, til að hamingju segja fólki frá því hann heima. Gísli á afmæli, sem kom í daginn, hann 20 ára í dag. Já. Byrjaði daginn ekkert sérlega vel, var kýldur á æfingu, fekk blóðnað sér. Svo seinna daginn fórum við í skemmtisiglingu og það var frekar úinn sjór og hann var sjóveikur. Já, fór að æla á leiðinni sko, en það er reyndar plúsin við það er að hann fær 4 skot fyrir það. Hann vann keppnina með hverju fyrstur að vera sjóveikur í siglingunni. Var það ekki keppni? Nei. Það var víst keppni. Fyrstur að æfa. Já, sjóveikur. Nei, það er ekkert saman sem ég, þegar maður semi. Já. Ég var alveg sjóveikur, þótt ég ekki ælt. Já, ég reyndar líka. Já. Hann var fyrstur að æla. Rétt skal vera rétt. Svo förum við ungir gamlir. Já. Það var fórum klukkan 9 í morgun á hálf 10, ég man það ekki, aðeingu. Og það var leikur ungir á móti gömlum, 3. leikurinn í ferðinni ungir gamlir. Báðir hinir leikirnir enduðum í jafntefli. Þessi leikur endaði með sigri ungra. Þetta eru leiðinni. Takk þú við! Já, eins og Víkingur var að segja þá unnu ungir. Nei, ég veit ekki alveg hvernig fór. Við unnum allavega. Við unnum. Frekar samferðandi. Það er það sem að enda nánast á því. Þessu. Ok, þetta er nú. Ok, ég held áfram bara að þú... Já. Hvert var þau komin? Þú ætlaði að segja hverjir skoru og svona? Ungir unnu, Atli skoraði 3. Við byrjum 9-9 en endum 5-5 held ég. Það sauði aðeins upp úr hann í miðbygg leiksins. Menn fóru ansi margir meittir út af, eins og Gísli Páll með blóðnað sér. Eitthvað meira að segja frá þessu? Varstu búinn að drullu þessa bátsferð sem við fórum í? Nei, við komum á því seinna. Það er næst sko. En mér finnst að gamlir eiga að fá refsingu fyrir að tapa. Já. Það er bara ekki búið að gera hennar refsingu fyrir það. Nei. Sem mjög ósanginn. Já, er refsing bara að tapa eða? Nei, það er ekki nú refsing. Já, nei, samt ekki. Það bjóst ekki við. Það var alltaf fyrir sér sko. Já, en drullan, já. Síðan var náttúrulega 2 fórsprakkar í þessu gamla liði, Þorsteinn og Atli sem skipulögðu þessa bátsferð. Bara það versta sem ég hef farið í. Þetta er bara, það er ekki til neitt að verða það. Þetta var ekki... Þetta var ekki skemmtisigling allavega. Sér svo sem eitthvað á vatninu, eitthvað til hægri og svo til vinstri. Já, og síðan og við mikið að öldum. Já, hann neitaði að fara heim, skipstjórinn. Það var eiginlega allir sjóveikir, vildi allir fara heim en hann vildi það ekki skipstjórinn og fór eitthvað lengra með okkur og voru mjög óþægileg sæti í þessum mat. Eins og Steinar sagði eitthvað, leiðin liggur bara upp á því eftir þessi siglingu. Þetta var botninu að náð. Bílferðin eftir siglinguna var eiginlega skemmtilegust. Það var mjög gaman. Hvað gerði þú þessari bílferð? Þetta og Móli, þeir fóru bróðir Gunnars og bróðir Davíðs fóru á kostum. En... Ég er ekki búin að dálítið lengi. Jú, þið eru búin að vera lengst á bloggi sko. Já. En fá smá nokkra frasa hérna frá Atla. Svo erum við að fara út að borða núna og hafa gaman sko. En þá er komið að... Segja eins frá þessari bók. Portúgalshorni Atla. Við fórum hérna í smábúð við hliðina á hótelinu hérna og þar fann Atli sér portúgalska frasabók og orðabók. Ég er búinn að geta minglað við fólki, heimafólki. Og hann er búinn að... Já, eins og þið sjáum, hann keypti líka stráhatt og sólgleru og er eins og innfæddur. Hann langar helst ekkert að fara heim aftur. Hann Hér á ég heima. Bara á heima hér og fólkinn er líka mjög vel við hann. Svo almennilegt fólkinn í Portúgal. Já, þeir eru líka mjög gáðar Portúgalinir. Margt sem við Íslendingar mættum taka upp eftir þeim. Til dæmis eiga þeir
svona kippu af Sprite. 1, 2, 4, nei 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4 flöskur í kippunni. Kippu. Og teipað Pringles við kippuna. Þú kaupir Það er bara... kaupauki. Kaupir... Hvað var það? 7-Up? Nei, Sprite. Sprite held ég. Fær Pringles bara með. Það er bara til dæmis mjög gáðlegt. Ó. Og það er bara eitt dæmi af mörgum sem við höfum fundið sem mætti bæta heima á Íslandi. Það segja flugupókan. Segja úr flugupókanum líka. Hvað flugupókan? Þannig að þeir eru með 3 tegundir. 3 tegundir af flugupókum í einum flugupóka. Eins og þegar maður er heima á Íslandi, kaupir sér einn flugupóka og er orðinn mjög leiður eftir 1/3 af pókanum og vill ekki borða meira. Þá eru bara Portúgalinni búin að bæta það vandamál. Þeir eru með 3 snögg í einum snakkpóka. Pælið í því. Ótrúlegt. Þetta er mjög ótrúlegt. Já, síðan, sko... Það sem ég segi alltaf, byrja að segja Hola, señorita. Þá fæ ég Hola eitthvað tilbaka. Síðan segir maður Está linda. Það því you look great. Þá verður allir mjög líka glaðir í Portúgal. Þá fæ ég puttan og brosið og svona. Síðan er fullt af einhverju drasli hérna, sko. Það er kafli hérna sem hann er fjólubláður litinn í bókinni. Og þessi kafli heitir Getting Physical. Personal Romance eitthvað. Hann er mjög skemmtilegur, sko. Það er svona menn eru búin að vera að nota hann aðeins. Nei. Víkingur. Smá tæknileg mistök. Slekkur þú á þessu síma? Þú ert ekki að tala við konuna núna, sko. Ég er í sjónvarpsviðtali, ég tala við hringið smá. Nei. Það er mamma. Það voru glæsilegt hjá okkur. Já, það er ekki komið gott. Hvað er komið með langt? Þau verða að kveðja, Portúgal sko. Herru. Hvernig kveða það? Já, fyrst segir maður obrigado. Já, obrigado, það þýðir takk fyrir okkur. Obrigado. Obrigada fyrir konunar. Já. Og síðan bara adiós. Flökkum til að sjá okkur í Íslandi. Já. Er það adiós? Adiós. Já, það er adiós. Adiós. Magna.